einni setningu Bjarmahlíð þjónustumiðstöð fyrir þolendur ofbeldis á Norðurlandi. Það sem svolítið sérstakt kannski við Bjarmahlíð að þetta úrræði sem býr yfir mörgum öðrum úrræðum sem þýðir það að í Bjarmahlíð við marga samstarfsaðila og samstarfsaðilarnir hafa aðsetur hér alltaf á einhverju tímapunkti. Þannig að fólk þarf í raun og veru ekki að sækja sér þjónustu út í bæ, heldur getur leitað hingað og hér eru úrræðin. Þannig að í rauninni það stóra breytingin að úrræðin voru til staðar mörg hver en út allt og einhvern veginn þurfti maður að fara á milli ef maður þurfti á mörgum úrræðum að halda en hérna þetta allt á einum stað. Já, þetta virkar þannig að þegar fólk hefur samband þá hittir það mig og ég sé svolítið svona forviðtal og svona ákveðna könnun af því hvaða úrræði manneskjan þarf. Oft það fleiri en eitt og svo þegar búið að finna hvað úrræði viðeigandi fyrir þennan einstakling, þá kemur einstaklingur bara aftur hingað og hittir hvort sem það ráðgjafa hjá Aflinu eða félagsráðgjafa hjá Akureyrarbæ eða ráðgjafa hjá Kvennaathvarfinu eða lögfræðiþjónustu hjá Mannréttindaskrifstofu Íslands eða Kvennaráðgjafinni. Þannig að það kannski það sem þetta svona þjónustu vænna. Og líka þegar fólk hefur orðið fyrir einhvers konar ofbeldi eða áfalli, þá bara kannski svolítið erfitt að taka skrefið og fara út allan bæ. Þannig að það kemur bara hérna í mitt litla kot og húsið náttúrulega yndislegt að því leyti, það svona tekur svolítið utan hann. Og það akkurat það svo hugsun sem við erum með að við tökum móti fólki hér á þeirra forsendum. Og vinnum svolítið, þetta svona samvinnuverkefni okkar að leita leiða til þess að fólki geti liðið betur. Þjónustan öll undir sama þakinu og það veitir þá í raun meiri yfirsýn og getur haldið betur utan skjólstæðinginn og þá veistu líka hvernig næstu skref eru í staðinn fyrir að senda hann úr húsi og þú veist í hvort hann skila sér alla leið. Já, það akkurat svoleiðis. Og þannig að ég veist að maður segja að ég sé svona hálfgerður stuðningsfulltrúi að því leyti að ég náttúrulega fylgi fólkinu eftir og úrræðanum eftir en náttúrulega yfirsýnin felst í því að okkar samstarfsaðilar eru hérna. Og til dæmis lögreglan hérna með viðveru 4 klukkustundir í viku en ég alltaf í sambandi ef það eitthvað, ef fólk bandar upplýsingar kæruferli, upplýsingar hvað það nú þá hérna ótrúlega flott lögreglukona, rannsóknarlögreglukona sem heitir Rósamunda sem mun hafa aðsetur hérna með mér. Ásamt náttúrulega öllum þessum stofnunum sem ég taldi upp áður. Ef maður þarf að leita sér aðstoðar, kemur maður hingað bara og droppar við eða bókar maður tíma eða hvernig virkar það? Það náttúrulega hægt að gera bara alls konar. Þá getur sérst komið og bara bankað upp á. Ég með opnunartíma. Ef ég má segja þér þá það hérna mánudag, miðvikudag og föstudag frá 8 til 4 og svo 9, 5, þriðjudag og 5. Svo líka þetta að fara á heimasíðun okkar sem bara bjarmahlíð.is og bara kliks bóka tíma og þá getur þú valið tíma bara eftir behag og svo líka þetta hringi í mig. Þannig að og svo ég með Facebook síðu líka, þannig að það ekki erfitt að ná á mér allavega. Akkurat. Og það að gera þetta nafnlaust líka? Já, algjörlega og það náttúrulega fyrst og fremst í svona úrræði þar alltaf 170% trúnaður. Þannig að fólk verður að geta treyst því að það getur komið hingað til þess að vinna í sínum málum og það í fullum trúnaði. En þetta úrræði fyrst og fremst fyrir þolendur ofbeldis en hvað með gerendur? Þetta í raun og veru ekki úrræði fyrir gerendur ofbeldis en við getum vísað gerendum til dæmis heimilisfriður eru samtök sem hafa verið að vinna mikið með gerendur en við erum fyrst og fremst að veita þjónustu til þolenda og það er svolítið merkilegt oft í þessari þolenda umræðu að fólk hugsa, nei, ég lenti nú bara í kynferðisbroti þegar ég var 10 ára, nú ég 21 og ég fer ekkert að vinna neitt með það. En ef þetta eitthvað sem plagar þig, eitthvað sem veldur þér vanlíðan, þá alltaf ástæða til þess að leita sér hjálpar. Alveg sama hversu lítilvægilegt þér finnst að vera.